Við björgum sumrinu fyrir þig. Komið sæl, það var flott veður víða land í dag, sólríkt og þótt vissulega hefur nú myndast skúrir og sérstaklega í innsveitum landsins. Og hitinn náði nú yfir 15 stigin í dag og gerði það á Suðurlandi. Þetta nú svona allt saman að fara að breytast hjá okkur þegar við sjáum hér í þessu korti það lægð hér rétt suður af Karfi, síðsta odda Grænlands og þessi lægð ætlar að fara að stjórna veðrinu hjá okkur næstu daga. Við sjáum að hún hreyfist hér hægt og bítandi til austurs í nótt og þegar líður á morgundaginn og lætur svo sem ekki mikið yfir sér á morgun. Hún mun þó hafa í för með sér að það verður aðeins meiri úrkoma hér í þessu vestan til á landinu og jafnvel örlítil úrkoma í öðrum landshlutum. En það ekki í rauninni fyrir þá þegar líður á mánudaginn sem að hún mun dýpka nokkuð ört á leið sinni austur að Færeyjum og draga hér inn kalt loft norður úr hafi. Og þá mun nú kólna talsvert hjá okkur og við sjáum hér á þessari mynd að það svona hlýtt loft í tengslum við þessa lægð en það mun nú að mestu leyti fara hér til austurs fyrir Sunnaland og hvirfillinn hér annað kvöld að hann mun og lægðin mun síðan draga þetta kalda loft hér norður í landinu suður yfir landið og verður bæði hráslaglegt hjá okkur og einnig verður nokkuð hvasst og það sem meira að það getur snjóa nokkuð víða allan til fjalla norðanlands. Rólegheit hér klukkan 19 og svo kóðna nú þessa skúri þegar líður á kvöldið og nóttina en við sjáum að þegar líður síðan nóttina þá verður vindátt hér meira vestlæg og suðvestlæg og það kemur hér bakki upp að vesturströndinni þá í fyrramálið með lítilsháttar rigningu á köflum og staðan klukkan 8 í fyrramálið verður þessa leið að þetta verður nú mikið til svona bilinu 5 til 10 stiga hiti, jafnvel aðeins meira svo hér á Suðausturlandi og orðið svona þyngri yfir hér út yfir vesturströndina. Og síðan verður þetta svona nokkuð slitrótt rigning hér vestan til á landinu fram eftir degi, það virðist alltaf að verða svona meiri innspýting í úrkomunu þá hér á suðvesturhorninu og jafnvel víðar þegar líður á morgundaginn. Þannig að svona flestir landshlutar eru að fara að fá eitthvað skammt af úrkomu á morgun. Annað kvöld verður þetta svona á þessa leið skýjað að mestu leyti og slitrótt rigning í flestum landshlutum, nema kannski síst skildi vera þá á Vestfjörðum. En síðan lægðin sjálf að hún að fikra sér til austurs fyrir Sunnaland og við sjáum það að vindátt verður smám saman norðaustlægri eða norðlægri og bætir hægt og bítandi vind. Við sjáum að hér eru þrýstilínur að þéttast yfir landinu og klukkan 14 verður nú ekki kaldast og lofti komið yfir okkur. Það enn hér norður af landi, hitatölur svona náttúrulega eðlilega búnar að dala eitthvað, sérstaklega norðan til á landinu, gætu verið að fara svona slá rétt yfir 10 stigin hér sunnan til, en það svona upp úr þessu þá mánudagskvöld og aðfaranótt þriðjudag sem að spáin að gera ráð fyrir að kaldast á lofti leiti hér suður yfir landið og við sjáum að það jafnvel bætir töluvert í úrkomuna hér norðan til á landinu þegar líður á þriðjudaginn. Það reyndar örlítið svona hlýraloft sem þá að leita til okkar úr austri. Kaldasta loftið ætti að vera farið hér suður fyrir land, niður fyrir vestanland þá á hádegi á þriðjudag og þá eru staðan á þessa leið. Við sjáum að hitatölur nú þetta 3-5 stig norðan til, geta verið nálægt núllinu þá aðfaranótt þriðjudags og jafnvel eitthvað gránaði í rót á láglandi en vissulega mun snjóa til fjalla og viðbúið að það geti orðið erfið færð á fjallvegum allan tíma. Veðurstofan er búin að gefa út gula viðvörun nú þegar út af svona mögulegum samgöngu erfiðleikum á fjallvegum norðan til á landinu og því að gera að kynna sér það svona fyrir þá sem eiga eitthvað þar undir. Áframhald verður síðan á þessu á miðvikudeginum og ekki út eftir að norðanátti gefi sér fyrir en bara í vikulok.
enda síðan hér bara snöggt í í Evrópu, við sáum að það eru skúralengar þar nokkuð víða, hiti komin í kringu 30 stigin í mið-Evrópu og það sama á við Ítalíu sem og Íberíu, Skagan og nærri 40 þá hér í Sevilla eins og þetta kort. Benna með sér, en við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.